Við ætlum aðeins að halda áfram hérna og í raun búa núna til okkur eitthvað eigið hérna sem að sæki bara spurningaflokkan okkar. Þannig ég ætla ekki að fara að rífa þetta í sundur, ég ætla að búa til eitthvað hérna sem ég ætla bara að kalla questions og hérna undir ætla ég að vera með page tsx og nú þarf ég að hérna, ég ætla bara að taka þetta sem eitthvað og fínt svona grunn og hérna verður með eitthvað og ég ætla að segja spurningakerfi Óla og þetta ætlar að vera questions page og þetta ætlar að vera hér eru spurningar, veldu eina og farðu að svara og ég ætla að setja hérna upp þannig að fyrir þennan hérna lista ætla ég að fá gögnin sem voru spurningarna sem ég bjóð til. Þannig að ég ætla samt bara að byrja því að það er svo lík hérna, þannig ég ætla að fara hérna og segja questions og þá fæ ég þetta hérna. Þannig þá sjáum við bara hér að nú fáum við þetta þennan header hérna, þannig ég geti hugsanlega vilja fara hérna í layout og þá getum við séð hérna, hér er verið að sækja eitthvað meira úr GraphQL til þess að gera eitthvað svona layout dæmi sem við verðum að nefna áðan. En við skulum samt fara og taka bara þetta út og köllum þetta bara verkefni 5. Ok, en nú er ég svona aðeins búin að gera þetta mínu. Svo geti ég farið meira og ég geti farið hérna og ég ætla að segja eins og prefers svona geti please fengið þetta sem ok, svona yes, ok, en nú er svona aðeins farin að og nú geti ég 1 tími að gera þetta eitthvað fínt með því að gera þetta eins og ég vildi en ég ætla bara að segja hérna núna kem ég hérna inn og hérna myndi ég geta sett í staðinn fyrir þessa síðu sem er þessi hérna, nei, fyrir ekki, hér. Þetta verður svo í next, að því að það heitir allt page, þá er maður alltaf svona, hvar er ég? Jú, hérna er hérna, þannig að velkomin, spurningavefur. Spurningavefur, kann ekki skrifa, ok, og ég vil í raun og veru bara að þessi hérna gaur verði þessi hérna, þannig ég ætla bara geyma þetta og ég ætla að færa þennan hingað, ok, cool, þá ætla ég að eyða þessum og ég ætla að fara já, hérna voru við. Ég ætla að fara hérna. Nei, ekki hér, heldur hér. Og ég ætla bara að eyða öllu hérna. Velkomin á vefinn. Spurningar. Eitthvað. Seifa þetta. Og publisa. Og þá er eitthvað kass hérna sem að, þú veist að þegar ég hef ekkert notað þetta. Það er eitthvað sem að veldur því að þetta kassast hérna milli requesta sem getur bara verið eitthvað í next eða getur verið eitthvað í þessu setupi. Allavega núna fer ég hérna inn og burt með þetta. Ok. Gleymdi ég að publisa. Published. Ok. Þetta er, já, ok. Allavega hana. Við kannski föttum það þegar við förum að skrifa þetta hvað það er sem er að valda þessu hérna þessu laggi á uppfærslum en ég ætla að vera með hérna eitthvað title og ég ætla að setja hérna link akkurat svona
og ætla að vera skoða spurningar. Þannig að hérna get ég blanda saman einhverju efni frá mér, en svo fæ ég page titleið frá í raun CMS-kerfinu. Tökum þetta uppröpunarmerki hérna í burtu. Og hérna fyrir neðan ætti þá þegar þetta er orðið rétt, ætti spurningavefurinn. Þessi hérna texti að birtast. Þetta ætti að vera spurningavefurinn og hérna ætti að koma þetta velkomin á vefinn. Þannig ég er búinn að tengja forsíðuna mína og get birt hann þarna og gæti hugsanlega sett inn hérna eins og þetta. Hérna er eitthvað media gallery, þannig ef ég ætla að vera með einhverja myndir þá gæti ég sett það inn. Þú veist, ég veit bara að virki, ég ætla að taka allt út. En hvernig virkar það ef þú ert með einhvern kóða hægum megin, segir að þú ert að vera með einhvern texta og svo í dæmi sem einhverju publish þá segir að það er eitthvað annað? Já, af hverju er þetta ekki uppfærast eða? Nei, af hverju það er svona tvær mismunandi sources sem er að segja sama eða eitthvað. Já, þannig að ég skil þig. Sko, þá getum við sett þetta hérna. Þetta er bara eitthvað sem rátar yfir þessa hérna síðu og við getum sett eitthvað annar staðar. Það geti hugsalega heima hérna fyrir neðan eða eitthvað svona. Eða við getum farið að skoða hvernig get ég búið til hérna skoða spurningar. Þannig að þá myndi ég vilja segja hérna þetta er linkur. Þá myndi ég geta sagt hérna from library og ég get bara sett page record, þannig að það er eitthvað búið að segja að ég get ekki sett hérna record á eitthvað annað, af því það er ekki pages, þannig að þá myndi ég þurfa að tengja einhvern veginn og búa til leið til þess að geta linkað á milli rekorda hjá mér. Það er aðeins meira, það er ekki bein krafa það í verkefninu, en það er eitthvað sem að, þú veist, það er eitthvað í bara documentationinu, hvernig þú ert að gera rekorda á milli, að þú ert að í rauninu þá þarfst að búa til, þetta hérna rekordi með eitthvað ID í datókerfinu, en það er með eitthvað rát í útværsluninni. Svo ertu búið til möppun þarna á milli. Það er smá flækja. Þú ert einhvern veginn að resolva linkin. Þannig að við ætlum að sleppa því í bili, en ég skil hvort það meina. Og við ætlum að segja svona, ok, þannig að ég get þá farið hérna og farið yfir á að skoða spurningar. Og þarna er það bara þetta, og þá myndi ég vilja fá allar spurningarna sem eru hér. Og ég myndi vilja fá titil og author. Ok, þá get ég farið hérna og ég get séð, ok, ég þarf að shift ctrl p svona og ég ætla að segja að þetta er query sem er bara questions og það ætla að segja all questions. Ég ætla ekkert að eiga við, ég vil bara fá question title og ID. Og jú, ég vil fá authors, þá ætla ég að fá name. Ok, þannig að ég vil fá þessi hérna gögn og þessi gögn vil ég fá hér. Ég vil geta fengið þessi gögn og ídræða gegnum í staðin fyrir þetta. Svo ætla ég að nota bara ID hérna í staðin fyrir sluggið. Þannig þá erum við að búa til eitthvað svona, við erum að segja hvernig ætla ég að geta fundið eina staka færslu. Ok, þannig að við erum komið með þetta hérna GraphQL og þá get ég farið og sett það hérna inn, samanskapi og það er sett inn hérna. Þetta ætlar að vera tómt. Svona. Og þá get ég sé hérna að nú fæ ég út af því að þetta er generatað á móti mínu skema, að þá er þetta pick up það sem ég er búinn að skilgreina. Það er þetta sem gerðist þarna með vantaði að setja inn tokenin á þann, að hún sótti í raun bara út frá öllu því sem ég er búinn að smíða hér, sótt hún skemað. Þannig að þetta var svona öfugt við það sem við gerum í Prisma. Við byggum fyrst í skemaskrána sem var einhvern veginn svona lítandi, svona í code first og síðan var til í raun útfærsla á einhverjum client og einhverju sem við getum vinnið með. Hérna byggjum við þetta til einhverju viðmóti fyrst og generataði síðan út frá því típunar. En þá getur ég sagt hérna, ok, nú er komið þetta og þetta er eitthvað query og ég vil núna
geta sótt þessi gögn hingað og þá getur við séð hérna, ok, query og það notað hérna page execute query. Þannig að þetta ætti að skaffa okkur einhverju hérna. Þannig að við þurfum þá að importa rétt. Nú þurfum við að sjá, ok, hverju tökum bara allt hérna til að byrja með og svona, ok. Svona page, þetta þá að vera all questions, þá er bara eitthvað hérna not found og þá getur við sagt hérna, ok, gerum það bara hérna, console log all questions og sjáum hvað gerist. Ok, þá sjáum við hérna að núna ég ekki að gera neitt, en ég er að fá svör hérna fyrir þessi gögn. Þannig að ég get farið og sagt bara einfallega hérna all questions map question svona nákvæmlega svona já, þetta viljum við ekki og nú er ég komið með hérna, þannig að þá sé ég hérna ég er hérna, sjáðu slóðuna alveg hérna neðst þá erum við questions og svo er ég bara með ID eða spurningunni eins og það er bara generatað inn í Datto. Þetta er bara ID sem er bara eins og auto-generatað bara serial, bara 1, 2, 3, þetta er bara eitthvað random strengur sem er búin til fyrir hverja færslu. En það var ekki erfiðar en þetta. Út af því að við erum í raun að nota library eða starter frá Datto sem skaffar okkur öllu þessu skaffoldi sem er hana. Það er eitthvað sem að keyrir inn þessi GraphQL sem að tengir við Datto og við þurfum bara að fara inn og pikka út og laga það sem að við viljum. Og nú myndi ég telja, ef að þið myndu eyða kvöldstundi það fikti þessu, þá getur þið séð hérna, já ok, hérna getur slitið í burtu þetta hérna útlit, já ég vil fá aðeins öðruvísi og þið getur gert þetta að ykkar, bara með því að skafa í burtu það sem þið viljið ekki og svo hægt og rólega lærið inn á það hvað er verið að nota á öðrum stöðum. Þannig að að byrja, þú veist, fáið í hendurnar fullt af einhverjum hugtökum og út frá þeim notið það sem þið eru búin að læra hérna og í gegnum bara aðra kursa, hvað er það sem skiptir máli og hvernig hangir þetta saman, hvað gerist ef ég tek þetta í sundur og þetta er bara svolítið fikt að sjá hvernig þetta virkar. En svo er þetta bara í raun, já ok, nice, þetta er komið, ég get sagt hérna eftir og þá ætla ég að segja eitthvað svona og þá fæ ég hérna, nei, það er eitthvað auka bil hérna, þá út af því að hvernig þetta virkar þá þarf ég að setja bilið mitt svona og þá segi ég hérna, herri, það er ekki höfundur af þessari. Þannig að þá ætla ég að segja eitthvað hérna question authors length stærri en 0 annars bara tómistrengurinn. Og þá ætla ég að segja þetta hérna kemur, þannig að nú er ég bara farin að leysa hérna, já þetta er ljótt. Ef það er ekki höfundur, þá ætla ég ekki að birta höfundin. Og þá er ég bara, ok, ætti ég að vera með eitthvað authors component, make that sense. Þá fær ég lista af authorum. Og þá get ég sett það þannig að authorinn vera líka með ID og ég geti ítt á authorinn og farið á og séð alla spurningar þar sem viðkomandi höfundur er búin að smíða. Þannig er ég bara farin að spinna í kringum verkefnið. Og það er mjög fljótt, þú veist, við erum mjög fljótt að finna eitthvað svona sem við getum farið að dúlla okkur við þetta. En ef við einbleinum bara á það sem við þurfum til þess að klára verkefnið, hvað er þá næsta sem við þurfum ef ég vil núna geta, nú er ég búin að uppfylla þetta, Fossian, check, hún bara kom svolítið ókipis, við þurfum bara aðeins að laga hana til og henda einhverju hérna í kring. Flokkur af einhverju, spurningar, komið, check, við getum reynda að sé hérna hvað gerist ef við búum núna til eina spurningu í viðbót, hvort að hún skilir sér eða hvort það sé eitthvað ennþá af þessu. Hvernig virkar CAS?
Og svo notabene, þú veist, það var ekkert það að við ættum að geta verið með svör líka, en við getum alveg farið að hugsa, ok, hvernig geti ég útfært svör við spurningum? Væri það svona, eða hinsegin, væri það þessi blocks? Þú veist, geti ég verið með svar, þar sem að ég horfi á vídeo sem ég geti notað þessi blocks til þess að embedda eitthvað vídeo og svo ég með myndir sem ég þarf að svara út frá. Þú veist, það bara, heimurinn ostran okkar þegar kemur að því að ákveða hvernig við viljum að þetta virki. Ok, nú hérna, það eitthvað kass, þú veist, nú fæ ég ekki seinustu, þú veist, ég fæ ekki nýju spurninguna. Þá bara, ok, hvar verið að kassa þetta? Ok, dreifum þetta og reloadum. Það ekkert hérna, ok, þá getum við fara að skoða hérna, execute query. Ok, data cache using the and caches the result next to a data cache using the cache force cache option. Ok, þetta bara að segja að þú átt að kassa allt hérna og þetta bara Next.js data cache og það bara refreshast ekkert nema við segjum eitthvað að það eigi að refreshast. Þannig þá spurning, eitthvað options hérna sem heitir cache þá bara, ok, ég skil ekki, ég ætla að fara hérna í featured, þetta nú ekki frábært, featured, plugins, recipes, schema recipes, search, hérna developers, ok, explore all the docs, cache, ok, hérna eitthvað optimizing calls, ok. Fetch that build time, cast and reused indefinitely on each request until your next deploy. Þetta ekki alveg að besta. En þá getum við fara að skoða hérna eitthvað revalidate option. Revalidate, ok, svona eitthvað sem við viljum. Ok, revalidate, þá spurning, get ég sendt inn revalidate hérna. Revalidate tag, ok. Ok, þetta ekki, request init options, ok. Þannig hérna kemur bara eitthvað, ok, hér verið að vísa í skjölun hvernig við erum að nota þetta og þá förum við nefnilega inn í caching á þessu sem frekar flókið. Set force static, ok. Þá spurning hvort við getum farið hérna. Request init options. Ok. Já. Hérna þetta. Simplify the notoriously difficult problem of caching for developers. Og þetta á að vera með einfalt en ég samt bara, ég skil ekki alveg hvernig því ég bara ekki búin að fatta hvað þið að hérna, ok, cache. Hvernig revalidate ég? Þetta allt bara almennt, ok. Ok, eitthvað bara revalidate hérna. Ok. Ok. Cast tag, ok. Þannig ég ætla að segja bara hérna
Datto CMS. Það sem þetta gerir að þetta revalidator þetta áður en ég kalla ég þetta. Okay. Þetta versta útfærslan. En núna bara hendi ég kassinu og svo sæki ég þetta. Mér er drullu saman þetta kass, ég vil bara sjá þetta virka. Mæla ekki með þessu í stærri verkefnum af því að kass kemur í veg fyrir það að við eyðum óþarfa resursum þegar við erum að gera eitthvað. Segjum svo að ég seti þennan vef í loftið, svo myndið þið öll heimsækjan og þeir eru hérna 10, að þá myndi vera 10 sinnum kallað í Datto CMS-in eða í API-in, þetta sótt og buildaði next. En þetta er ekkert að breytast samt. Þannig að það hefði verið nóg að eiga þetta einu sinni kassað og láta ykkur öll fá sama kassið. Og hugsanlega síðan rukkað per hit á CDN-ið sem að sér API-in er rukkað 1 cent. Þið eru 10, svo reloaduðu öll 100 sinnum, sem er komið 1000, ok? Og svo bara, svo stækkar þetta og svo stækkar þetta og eftir við komum með stærra project, þá fer þetta að verða áberandi kostnaður sem er, ef við erum ekki að kassa hlutinu okkar rétt. Til dæmis, ein vandræði sem að RÚV lendi í þegar þau settu upp vefinn sinn í Next fyrir hvað að vera 2 árum, að þá náttúrulega er mikið af fréttum, vill svo til, hjá RÚV. Og þau skrifa bara fréttir, þau eru með sitt CMS, það heitir Wagtail, það byggir hún á Python og ekki hún á Django, það með GraphQL API, þannig að það virkar bara rosalega svipað. Sömu koncept og við erum að vinna með bara önnur tækni. Python CMS sem er keyrður sérstaklega hjá þeim og er aðgangsstýrður, þannig bara fréttamenn komin í og bara mjög örugt og allt það. Og svo Next.js frammendi sem sækir gögnin þangað, en það þarf að kassa þetta allt mjög vel. Samt má kassið ekki vera það aggressíft að ef það kemur breaking news, þá vil ég að það komi bara strax á forsíðuna. Bara einhver fréttamaður ítir á publish og það er bara búið að merkja þetta sem breaking news, þá bara það birtast efst á forsíðunni strax. Í gömlu útfærslunni hjá þeim, þá voru þau með kerfið þar sem það tók alltaf 10 mínútur fyrir þessa lúpu að klárast. En það var alltaf eitthvað svona, veit ekki hvort það var nákvæmlega 10 mínútur, það var alltaf talið í mínútum, ekki sekundum. Þá getið ímyndað ykkur, ef þið eru fréttafólk og þið viljið breyka einhverja frétt, þá viljið ekki að CMS-kerfið eða útfærslan á vefnum sé að stöðva ykkur í því. Ég vil bara ít og takka nú þetta birtist. En það vil þótt ekki svoleiðis að því að það er eitthvað og svo segir þau, oh my god, þetta er búin að sjá fréttina og þá fer 80% af landsmönnum inn á, eða bara sem í jarðskjálfta. Í jarðskjálfti, hvað við fara niður? Þeir sem eru ekki búin að hugsa út í það hvað gerist undir lóti og hvernig er þetta kassað og svona. En svo erum við búin að gera þetta allt voða fínt. En eins og Vercel virkar, þá er þannig að þegar við pússum kóðabreytingum, þá er allt build-kassið invalidatað og svo buildar hún allt sem er, bara alla síður aftur. Ekkert mál fyrir okkur hérna, já, við erum bara voða fínt. 1 síða, forsíðan, 2 síður og svo n síður fyrir spurningarnar okkar. Ok, kannski 20 síður eða ef við erum ótrúlega duglega að skrifa spurningar, 500. Svona, ok, það er orðið svolítið mikið en það er samt ekkert óyfirstíganlegt. Það er bara mallið og gerist. En RÚV yfir 350.000 fréttir. Og svo að þetta gerast í hvert skipti sem einhver pússar kóðabreytingu. Að þegar Vercel stilti það þannig að það er revalidator þannig. Og þá er það bara ógeðslega dýrt allir orðið að kassa. Þegar svo kemur Google og indexar þetta allt og sækir allt upp á nýtt og þetta er bara svona non-trivial kostnaður út af því að það þarf bara að láta kassing og allt þetta virka í samræmi við skalan. En þetta var mjög löng leið til að segja. Það er lægi að segja bara eitthvað svona skýta mix hérna þegar ég vill ekki fara út í eitthvað flóknara hér. En þetta er svona út af því að þarna var einhvers sem tók ákvörðun það. Það er betra að byrja með þetta allt kassað og láta fólk implementa þetta rétt í staðinn fyrir að láta þetta byrja ekki kassað og implementa kassing rétt. Af því að það sem er ekki sett upp mun líklegast vera ekki gert þegar það þarf síðan að vera gert á einhver tímapunkti. Þannig að to-do ekki góð leið en virkar til að njúka kass í DF. Ok, þannig að þá erum við komið það að ég get gert þetta hérna, en þá fer ég hérna og vil eitthvað, nú fæ ég bara eitthvað kengbrotið. Já, að þegar ég tók út hérna
dark mode, en þetta ennþá okkar dark mode. Þannig ég ætla að fara hérna og ég ætla að segja questions og ég ætla að búið til annan folder og hún heitir bara ID og undir því er ég með page tsx og þá get ég bara afrita þetta, sett þetta hérna. Þetta er bara ennþá hérna því að ég hef bara látið þetta virka. Svo látið þetta vera hratt, svo látið þetta vera fallegt, svona. Þá ætla ég að vera með eitthvað question hérna. Nú þarf ég að fá hérna params og nei, það er það er, hvernig er það? Ekki promise of ID sem er string. Svona. Þannig við þurfum að fá hérna const ID er svona. Þannig að ID núna er þessi strengur sem kemur út úr þessu og ég ætla bara að console logga hann til að sjá hvort ég fá hann. Hérna. Ok, nú erum við hérna, ég bara set alltaf því ég er ennþá bara með sama en hérna fæ ég raun ID-ið, ok, cool. Þannig að ég er að fá ID sem er hérna, fæ ég hér, þannig að þetta var rétt hjá mér. Núna ætla ég að taka þetta í burtu og ég ætla að segja query er question í eintölu og hérna ætla ég að vera með ID er á að vera svona og nei, það er svona svona þá er þetta all questions svona og string item ID svona. Þannig að það sem er komið hérna er að þetta er leiðin til þess að geta sendt inn parameter inn í GraphQL queryuna. Þannig að þá erum við að nota filterin eins og við vorum að skoða á hann til að segja ég fæ inn eitthvað ID hérna sem er eitthvað item ID típa. Það fer þarna inn og það sækir spurninguna, nákvæmlega spurninguna sem að ég vil. Þannig að nú get ég farið aftur hérna og ég get prófað þetta hér og þá get ég sagt þetta verður að vera svona og þá ef ég set upprópurmerki þá er hún hérna required, þannig að ég get farið hérna núna, tekið þetta ID, gert svona, ok, svo get ég farið hérna niður og sagt ID svona og þá er ég búinn að búa til GraphQL query sem ég geti sendt parametra inn í. Og ef ég set svo bara eitthvað svona, þetta er invalid value, þannig að ég fæ bara eitthvað errors hérna. En ef ég gerir svona, já ok, ég fæ bara invalid value því ég er bara að senda eitthvað sem er ekki til. Svo get ég líka að segja, þar er ég nokkuð að vera að segja all questions, get ég ekki bara sagt question og filter ID svona. Ok, þá getur ég farið aftur hérna filter, question filter model, item ID filter. Það er aftur, ok, þannig að það er svona equal to svona. Var þetta rétt ID hjá mér? Svona. Þannig að nokkra leiðir að því að finna þetta. En hérna er allavega komið með það að ég get sótt eina staka spurningu í GraphQL queryunni minni og lista af þeim öllum.
Þannig að núna vil ég fá hérna allt sem í boði, þannig að ég vil fá flokkur og út frá honum vil ég fá title og ég vil fá authors og þá vil ég fá bæði name og svo vil ég fá uppáhalds spurningaflokkur og það title líka og svo vil ég fá hvað var það? Spurning. Þetta svona í bland íslenska og enska og langt og stutt. Og þá fæ ég í raun allar upplýsingarna sem ég vil fyrir það að birta eina spurningu. Þannig að þá get ég tekið þetta, farið með þetta hingað, vista þetta og þá ætla ég að segja execute query hérna og þá kemur þessi spurning, hvernig sendi ég variables inn í þetta? Tada, document note, result variables fara bara inn í hérna. Þannig að þá segi ég hérna variables og segi ID fyrir þangað inn. Þetta ekki lengur all questions, heldur þetta bara stacked question og þá getur ég sagt hérna ef það ekki svar úr questioninu þá það bara not found og þá ætti í staðinn fyrir þetta að segja question.question title. Svo ætla ég að stróka þetta út. Og þá get ég farið hérna og nú komið með þetta og ég ætla að segja hérna link ref svona og importa þessum félaga svona. Ok, og þá getur ég farið hérna, hvað X? Og nú erum við búin að útfæra þetta pattern sem eitthvað, það síða, það lista af dóti og það detail af dóti á hvað, 4 mismunandi vegu í gegnum verkefni sem við erum búin að gera. Þess vegna þetta alltaf sama konsepti sem við erum oftast að vinna með. Þetta bara, ef þið að gera fréttavef, notum rúfreka, hvað sé það next hérna, þetta forsíða, hérna listi af dóti. Ég fer hérna í nýjustu fréttir. Þetta bara listi af dóti. Ég vel eitt item yfir því, þetta detail af dóti. Svo erum við eitthvað hérna, hérna author. Ég get farið, já, ég ætla nú, sendur við tölvupóst. Já, sendur við tölvupóst. Eða eitthvað hérna einhverja tengingar við aðrar fréttir. Hérna einhver tagg. Ég get ítt á taggið og taggið gefur mér alla fréttir tengda þessu. Hvað sem að væri þannig. Þannig að við erum með í raun þessa byggingarkubba sem við þurfum til þess að útfæra pattern sem bara ótrúlega mörgum vefjum. Þá getum við farið að dúlla okkur hérna og sagt bara eitthvað ég veit ekki, div þá erum við með question.spurning þá sjáum við hérna hvað X en þá sjáum við hérna, ok þarna notum við þennan editor og hann var að setja þetta í markdown þannig að við sjáum í raun það bara eitthvað, þetta á að vera bold og hérna svo að koma mynd en við erum bara að birta textan, við erum ekki að túlka markdownið yfir. Þannig þá er spurning hvort að sé einhver markdown renderer sem fylgir með þessum starter hérna. Hugslega þetta bara þetta structured text sem ég held samt ekki. Hérna eitthvað image gallery block. Code. Þetta notar highlight.js til að birta code. Sýnist ekki vera neitt svona beint af augum þá getum við sagt bara eitthvað markdown, nei, ok og þá erum við bara komin aftur hérna, ok, ég ætla að fara að skoða markdown
Ok, þá getum við verið hérna. Ok, single line string, multiparagraph text, það sem við erum með. Og þá þurfum við bara að fara að horfa á 14 þætti. Nei, ok. En það kemur ekkert með þessu, þannig að ég gæti þannig sé bara farið og sagt hérna Node.js Markdown. Best way to write Markdown content, marked, parser and compiler. Ég man ekki alveg hvað var. Svo sem ég hef notað mest. En ég geti kíkt það hérna. Þetta er svolítið síðan ég hef verið að skrifa á móti beinu Markdowni. Marked var það. Þannig við getum farið bara hérna, sagt npm is save marked. Ok. Og þá séum við bara const rendered markdown jafnt og marked. Svona. Þá getum við tekið þetta, setja hérna í staðinn. Og þá fá þetta svona. Þannig að núna vantar okkur í raun einhverju leið til þess að setja þetta sem HTML. Það sjáum við erum núna búin að túlka þetta úr Markdown, en við erum bara á sama stað, við erum bara með þetta sem HTML núna. Þannig að þá var þetta kannski aðeins og low level. Þannig að við getum sagt Markdown React Component. React Markdown. Markdown Component, ok, cool. Þetta er kannski betra. Sækjum þetta. npm uninstall marked. Ok, og nei, npm install save React Markdown. Ok, og þá þurfum við að taka þetta út og við segjum þá í staðinn hérna eitthvað, React Mark. Ok, heitir bara Markdown. Markdown. Ok, og það er með, ætla sé bara svona. Svona. Yes. Og við erum með fólk að horfa í sjóinn og velta fyrir sér X. Þannig að þetta er svona eiginlega búin að leysa fyrir ykkur verkefnið. Þannig ég ætla ekki að checka þetta inn. Þið þurfum bara að horfa á fyrirlesturinn og herma eftir mér. Ég læri mest af því, segi ég. Og þá vonandi sjáu ég hérna möguleikann í því bara, ok, þú veist, ég þurfti ekki að setja upp Prisma, ég þurfti ekki að setja upp Postgres, ég þurfti ekki að setja upp Neon. Ég notaði bara einhverja þjónustu sem er ókeypis, ég þurfti aðeins að læra inn á hana og ég get, þú veist, geymt gögn eins og við erum búin að vera að gera og brasa með gegnum þetta. Og svo er bara þannig að það er bara, þú veist, þetta er bara eitt af mörgum kerfum sem þið getur notað. Prismic er eitthvað sem ég hef notað mjög mikið. Það er svona ekki jafn gott að það hefur verið. Contentful er líka notað af mörgum fyrirtækjum hérna heima. Til dæmis svo allt efnið á Stafrænt Ísland er geymt í Contentful. Sanity er líka mikið notað, það er smíðað og búið til og hérna Norðmönnum og er mjög stórt í Noregi þar af leiðandi. Strapi er alveg svona open source, þar sem þið getið tekið þetta og hýst þetta sjálf eða keypt þjónustuna. Svo Graph CMS sem er nú eitthvað svona voted #1 easiest to implement headless CMS. Það er eina sem ég hef aldrei notað þetta. Þetta heitir þetta núna HighGraph. Já. Svo er hérna Payload CMS sem við erum að nota í vinnunni hjá mér. Það er svona skaffa þér öllu. Það er alveg hægt að gera allt í þessu. Þetta er svona mest hardcore að því leiti að það bara svona, það styður allt. Það er maður lengst að læra inn á það en hefur mesta svona möguleikann á að búa til eitthvað svona flexibility.
Þú getur búið til custom React komponenta sem eru renderaðir inn í CMS kerfinu sjálfu. Þú smíðar í raun allt, viðmótið sem code first, bara TypeScript kóða. Þú segir bara, þú byggir þetta allt code first. Þannig að það er ekki þannig að eins og við gerum í Datto og við förum inn í eitthvað UI sem já, það verður strengur. Þú skrifar bara TypeScript, types og bara það verður generata sem mótilið þitt. En öll þessi tól svara bara þessu. Mér vantar eitthvað stað þar sem ég get hleypt fólki inn og það getur breytt efninu. Og það þarf ekki að tala við mig og ég þarf að breyta efninu. Herðu, ég held ég sé að gleyma einu sem ég er búinn að lofa, sem að var að sýna ykkur hvernig við erum að setja eitthvað svona í hýsingu síðan. Þannig núna er ég með hérna einhver projekt, ef ekki bara halda áfram í nokkra mínútur viðbót og svo bara klára við. Ég var með eitthvað hérna sem ég setti og ætla að vonast þess að fá spurningar.is, en það var ekki til. Þannig að það sem ég get farið hérna í er að fara í settings og domains og ég ætla að setja mig við það að ég fæ þetta ekki. Búinn að reyna mitt besta að kaupa þetta viðkomandi en þau er ekki mótiverið af peningum, þetta er af hugsjón. Þannig að ég ætla bara að nota, ég á sem sagt, ef ég fer hérna í Ísnik og við skoðum þetta hérna, spurninga.is, þá sá ég hérna, þetta er eitthvað tengt Háskólanum í Reykjavík. Svo webforritun.is, það er eitthvað sem ég á. Þannig að núna geti ég farið og ég ætla að segja bara, ég ætla að segja vf2.webforritun.is verður þetta verkefni, bara þess að sýna svona sem demo. Þannig að ég þarf að fara hérna inn og svona, skrá mig inn hérna. Það kostar ekkert að skrá sig inn á Ísnik. Þannig að ef þið viljið fá .is liðan, þá verðið þið alltaf að kaupa af Ísnik. Ísnik er rekstraraðilinn fyrir rótalínið.is og eiga rétt á því að möndla með þau og reka þau og rukka fyrir þau. Þannig að ég kem hérna og ég á þessi 2 lén. Þá get ég farið hérna og þá er bara ég hérna sem tengiliður og rétt á eitthvað svona og svo er þessir nafnaþjónar, það sem að segir í raun, þegar einhver biður webforritun.is þá fer sú beiðni inn á nafnaþjóna hjá Cloudflare. Svo hérna fyrir eitthvað hérna sem ég á og það er bara eitthvað sem ég keypti og ætlaði og með drauma að gera eitthvað, einhvern veg fyrir mig. Þessi draumur sem ég er búinn að lifa í 6 ár eða 5 ár og heldur áfram að lifa. Það er ekkert þarna, en hérna er allavega eitthvað. Þannig ég myndi þá fara inn á ísnik.is, kaupa mér eitthvað lén og svo þarf ég nafnaþjóna. Og þá er ég að nota Cloudflare og Cloudflare er eins og, ég held ég hef nefnt einhvern tímann áður núna, er með bara alls konar tækni fyrir internetið. Byrjuðu sem svona DDoS varnaraðili sem var þannig að þú settir þá lénið þitt undir hérna Cloudflare, svo kom einhver að reyna að taka þig úr loftinu með því að senda bara tugir ef ekki 100.000 af requestum inn á serveriðin og þá var Cloudflare þar á milli og sá bara hér er einhver IP-tala eða eitthvað pattern í þessari árás, ég ætla bara að blokka hana strax, hún fer aldrei yfir á application þjónin og þar alveg er aldrei að taka niður hlutina þína með því að vera bara að setja ógeðslega mikið lóta. Og síðan bara, hey, gerum eitthvað meira og þau eru komið með CDN, þannig að við getum uploadað inn í Cloudflare assetum, vídeóum, myndum, einhverju og það fer yfir CDN-ið hjá Cloudflare. Þegar ef ég er í Ástralíu, þá myndi ég ekki þurfa að fara alla leið til Íslands ef ég verður bara að hýsa þetta hérna í Íslandi. Heldur fer þetta bara á næsta endapunkt hjá Cloudflare og held að Cloudflare sé með nóðu í Keflavík. Því að það er CDN endapunktur fyrir Cloudflare bara einhvers staðar nálægt Keflavíkurflugvelli. Því að það geti verið bara í hérna risastóra gagnaverinu þar. Er hérna er bara gomma af
upplýsingum sem bara búið að dreifa internetið. Þannig að hérna með þetta. Þannig ég búinn að kaupa á Cloudflare. Ég fyrir síðan inn á fæ mér hjá hérna þessu. Þá getur ég farið hérna. Hérna með webforritun.is og þá eitthvað svona upplýsingar þetta. Þau með þess að koma með e-mail núna. Þannig að ég get látið ráta e-mail fyrir lénið mitt. Ég get sett upp SSL skilríki. Ég get sett upp caching eitthvað. Ég get sett upp workers. Ef þið munið úr Hono, þá þar svona uppskrift af því að setja upp Hono inn á Cloudflare. Þannig að það hægt að búa til project og hýsa það með Cloudflare. Þá heitir það held ég reyndar Cloudflare Pages. Og það eitthvað alls konar hérna. Það sem ég vil fara inn í DNS. Og hérna fæ ég all DNS, vá, ég kann ekki að tala í dag. Allar DNS færslur fyrir Cloudflare. Þannig ég ennþá hérna með eitthvað boltadeildin.webforritun.is frá því fyrra. Þannig að hérna. Nei, what happened? Ok, allavega þá hendi ég þessu, hendum þessu, þetta eitthvað búið, svona. Já, þetta voru render. Þannig núna í raun webforritun.is það sem kallað A-færsla eða Apex-færsla. Hún rótarfærsla. Það er smá vesen að ráta inn á hana trafík út af því að þú þarft í raun að vera með DNS-server sem styður það að búa til vísun á A-færslunni. Sem betur fyrir gerir Cloudflare það. En það sem oftast með þetta CNAME-færslur. Og CNAME-færslur svona hérna bók og vaff. Það svona fara yfir á vaff webforritun.is. Það fyrir hérna. Hún í raun bara redirecta síðan henni yfir og brotinn. En þetta fyrir hingað og þetta hýst á Netlify. Þannig ég fyrir hérna og ég segi þá annarkvort ef ég væri bara núna nýbúinn að kaupa línið mitt, þá myndi ég fara að segja AR-færsluna og setja hérna inn eitthvað og svo myndi ég setja C-færsluna og setja eitthvað hérna líka. Þannig ég fyrir núna inn í þetta og ég ætla að segja þetta á að vera á spurningar.webforritun.is. Þá bæti ég þessu configure manually. Þá fer ég hérna í hérna kemur þetta. Þá segir hún bara hérna set upp CNAME sem heitir spurningar og value á að vera cname.verseldns.com . Ok. Þá fer ég hérna spurningar og setja þetta inn og vista. Cool. Og þá ég hérna og hún ok, valid configuration, assigned to main, generating SSL certificate. Þannig núna þetta notar þetta Let's Encrypt sem býr til ókeypis SSL skilríki sem að dugar í nokkra mánuði en sér síðan bara það að regenerate það eftir því sem að það þarf. Og þá get ég farið hérna og þá ég komið með þennan ótrúlega fallega vef minn uppsettan á spurningar.webforritun.is. Það hefði verið alveg einfalt að setja upp á spurningar.is eða bla.is eða whatever ég kaupi inn á Ísnik. Og síðan fyrir aðra vefi, ég kaupi .com eða .org eða .net eða .io eða eitthvað svoleiðis, þá þetta alltaf það sama. Ég kaupi þetta af einhverjum registrar sem að með leyfi til þess að selja aðgang að þessu léni. Ég skrái mig inn, ég stilli nafnaþjóna, stundum nafnaþjónarnir með registrarnum eða þau bjóða upp á þessum auka þjónustu sem þau borgar aukalega fyrir og ég vísa því síðan yfir á hýsingastæðin minn. Og þetta eins og sjá, orðið mjög einfalt. Þetta var töluvert mikið flóknara hérna fyrir svona 5 árum. Fyrir 10 árum var þetta ennþá flóknara og fyrir svona 15 árum þá þurftur að þekka einhvern sem var með DNS-þjón. Það var enginn að gefa þér ókeypis sem DNS-þjónin sinn. Þannig að, sagt áður, segið aftur, besti tíminn til að vera forritur á vefnum í dag. Þannig að ég tel núna að þið eru búin og með þessu líkur yfirferðin á námsefninu
að þið eru búin að fá í raun svona taka breiddina í gegnum F-41 og F-42 á svona langflestu sem að er verið að gera í dag. En svo er alltaf gamma af öðrum tólum og pælingum og nýjum hlutum að gerast sem að þið samt getið svona lært, túlkað, lesið ykkur til og séð hvernig þið getið notað. En þá er þetta bara búið og kynningar næstu 2 vikur og ef það er eitthvað svona pláss eða einhverjum spurningar og það er tími eftir kynningar þá er bara ekkert mál að fara yfir eitthvað ef þið hafa einhverjum spurningar en annars bara kom ekki fleiri upptökur inn á YouTube þetta vorið.